ég ætlaði sko fyrst að taka kínversku sem aukagrein og eftir fyrsta árið þá var þetta bara svo skemmtilegt og áhugavert að mér fannst eiginlega hálf tilgangslaust að kunna bara smá þegar ég gæti lært meira. Þannig að ég hélt áfram endaði að vera í 3 ár í kínversku, eða í kínverskum fræðum. Ég valdi kínversku af því að ég var forvitin, það er engin önnur ástæða. Það sem er náttúrulega mest spennandi við þetta var það að fá að fara út og læra og þar komst ég svona í kynni við allt öðruvísi skóla og allt öðruvísi kennslu og maður öðlast einhvern veginn nýja heimsýn á að fara út í Kína vegna þess að, og líka bara til Asíulanda því að þetta er eiginlega ekki annar land, þetta er bara eiginlega annar heimur. Já, í deildinni eru 2 námsleiðir í boði. Það er annars vegar hefðbundin kínversk fræði með tungumálakennslu og kínverskri menningu, sögu, efnahagsmálum, stjórnmálum, bara allt sem tengist Kína. Síðan eru við að hefja mjög spennandi námsleiði núna í haust, þar sem við munum tengja saman kínversk og viðskiptafræði og það er samstarfsverkefni viðskiptafræði deildar okkar. Og ég tel að þetta sé mjög praktist og til framtíðar litið því að það sem að torveldar í samskiptum Íslands og Kína núna helst er bara að það vantar fólk á þessu sviði. Síðan fannst mér mjög skemmtilegt að vita því að hluti af náminu er að fara til Kína í 1 skólaár. Það ferðu sem sagt í kínverskan háskóla og það er svona tvíhliða samningur á milli Háskóla Íslands og nokkura háskóla í Kína. Kínversku námið í háskólanum er ekki eingöngu tungumálanámið, heldur það er raunverulega kínversk fræði. Þannig að það er, tungumál er bara einn hluti af mörgum, þannig að við lærum pólitík og samfélag og... Kína er rosalega stórt og hefur á sig langa menningarsögu. Og ég einhvern veginn féll líka svo fyrir landinu og þá sérstaklega sko fólkið og hvað það er kurteist og almennilegt Og ég var svo hissa, það voru svo margir merkilegir hlutir sem hafa gerst í sögu Kína, bara sem að snerti aðrar þjóðir en bara Kína. Ég var svo hissa að hafa aldrei lært neitt þetta á minni skólagöngu.我问一下，你们有没有去过海南？ For example, is neutral. Kínverska er spennandi tungumál að læra vissulega en krefjandi líka. Það krefst mikils sjálfsaga af nemendum. Kínverska er ekki indóevrópskt tungumál þannig að það hefur ekki þessa formlegu málmfræði sem við þekkjum úr þessum tungumálum en hins vegar hefur það flókið framburðarkerfi og að sjálfsögðu mjög flókið ritmál eins og flestir vita. Þetta var svona hálfpartinn listanám líka. Þegar táknin eru þannig gerð upp að þú verður að krefjast nákvæmni En hvað ritmáli varðar, þá má nú nefna að það er mjög myndræns eðlis og það hefur sína ákveðnu innbyggðu lógík sem að gera það að verkum að það er alls ekki svo erfitt að læra að skrifa kínversku eins og margir halda. Ég var í 10 mánuði í Kína og þetta var bara eitt skemmtilegasta ár lífs míns. Kynntist skiptinum allstaðar úr heiminum. Þannig að núna er ég vini hér og þar. Ég fór einmitt nýlega til Chile að heimsækja vini mína frá Chile sem hefði verið með mér skiptinemar í Nanjing í Kína. Og þetta var bara ótrúleg upplifun.